Í BF Goodrich-torfærinu gerðist það að keppnisstjórn ætlaði að hafa þessa keppni skemmtilega, ætlaði ég að segja, með því að fækka bílum í báðum flokkum úr 16 í sérútbúnarflokknum niður í 6 og úr 18 í götubílaflokki niður í 6. Þannig átti keppnin að vera skemmtileg og bílasport eins og annað sport stendur og fellur með ykkur áhorfendur góðir og að þið skemmtið ykkur. Þetta gátu keppendur í sérútbúnarflokknum ekki sætt sig við og þeir sögðu við förum heim ef ekki verður fjölgað í 10 í flokknum hjá okkur. Úr varð að það fjölgaði í 8 og síðan var þrautum sleppt og þrautum bætt við og úr þessu varð eitt allsherjar kaos að mínu mati. Að lokinni keppni var einum keppanda vísað úr keppni fyrir það að vera í forsvari fyrir þá að mati dómara í keppninu og keppnisstjórnar. Hann kærði þennan úrskurð og dómnefnd keppninnar tók þetta fyrir í gærkvöldi, dæmdi mannin inn í keppnina aftur en refsaði síðan öllum og dæmdi alla aðra keppendur ásamt þessum eina og sektaði hvern og einn 3.000 krónur ásamt því að þeir verða settir á lista og þetta er að sjálfsögðu aðvörun og ef alvarlegri brot og brot í framtíðinni gerast aftur þá verður þeir refsað harkalega. Þarna var fylgt reglum sem að í gildi eru motorsport eins og í öllu öðru sporti eru viðamiklar reglur í gildi og tíminn til að breyta þeim er ekki á meðan á keppni stendur heldur á milli keppnistímabila. En við ætlum að byrja á BF Goodrich-torfærinni á Hellu og verða ykkur á góðu. Við komum til leiks þegar 3 þrautum er lokið. Hér er enn verið að berjast það að fá að halda áfram í keppninni. 8 keppendur halda áfram. Við sjáum það að Stefán Sigurðsson, Sturla Jónsson og Helgi Sjött eru alveg öruggir það að fara áfram. Slagurinn stendur hins vegar 8. sætið. Þar situr nú Óðinn Magnússon, Steinar Hauksson, Magnús Bergsson, Gunnar Guðjónsson og Reynir Sigurðsson ásamt Benedikt Eiríksssyni berjast við Óðinn þetta sæti. Því 8 menn halda áfram en 10 efstu sætin í keppninni gefa stig til Íslandsmeistara. Og við erum því í 4. þraut og hér er fyrstur Árni Grant, 26 ára akureyringur, búsettur í Reykjavík, bílasali með meiru. Og þeir vita sem er kapparnir að þeir verða ná góðum árangri í þessari þraut til þess að hanga inni. Það er nánast nýmæli að menn séu að fara svo litið niður á við að Árni tekur hér 1 dekk, 15 stig þar og nú verður hann að fara upp. En hann situr hér 230 stig og 780 alls. Það er spurning hvort að gírkassinn hjá Árna sé ekki full neðarlega. Stendur nánast í sömu hæð og öxlarnir. Þar að segja hann hefur aðeins hæðina sem er á dekkjónu sjálfum og hann situr þarna á kassanum. En þá er það næst Árni Kópsson. Var í 4. sæti fyrir þessa þraut. Og Árni er eins og allir vita Íslandsmeistarinn frá í fyrra og hitti fyrra og hann ætlar að berjast til hins ítrasta á þessu ári til þess að sigra í því móti og hann fer hér upp, tók þarna 2 dekk og fleiri, 225 stig, 845 ára Sigþór Halldórsson á hlébarðanum, 28 ára frá Egilsstöðum. Það er hlébarðinn sem er með mjög sérstaka fjöðrun að aftan. Þeir sem fylgdust með Greifatorfærinu á Akureyri, þeir fengu að sjá það. En gormaskálarnar á ofanverðu eru á liðöxli sem gerir bílinn þannig að hann hefur trúlega meira gripa fram hjólum heldur en aðrir, sérstaklega í hliðarhalla. 130 stig fékk hann. Gunnar Guðjónsson, 31 árs, hann verður að fara alla leið, helst á þess að snerta dekk ef hann ætlar sér að komast áfram. Hér tók hann nú minnstakosti 1 dekk. Nú er bara málið að hanga nú ofarlega, hann tók hann annað dekk. Farið 30 stig strax, fer allt og ofarlega hérna, tekur 2-3 dekk. 5 dekk farinn og hann er stopp hér, en með ótrúlegri siglu þá fer hann alla leið. Fær hins vegar ekki nema 240 stig því hann týndi niður dekkin í þrautinni og er með 630 eftir 4 þrautir. Það er ótrúlegt að sjá hann klóra sig upp á bakkann hér. Hann
Hann virðist stoppa að minnsta kosti tvisvar á þess að nokkuð tíma sé slegið af. Hér hann nánast stopp, fer aðeins til hliðar og aftur hann stopp og hann tommar þetta eins og einhver sagði og upp fór hann. Glæsilega gert, en aðeins 630 stig út úr 4 þrautum og það reyndist ekki nóg. Þá er það Eiður E. Baldvinsson. Tvö dekk hjá honum. Þetta er fallega gert, fer þó aðeins svo langt til hægri. Óheppinn hér, hann hefði þurft að detta upp á brúnina. 200 stig, þá er það Helgi Sjött, sigurvegarinn frá Akureyri. Bóndi úr Eyjafjarðarsveit. Og svona fyrir Akureyringana, hann er stranglega bannað að kalla Helga Sjött Akureyring, hann er Eyfirðingur. Daginn bílstjóri og hann tekur þetta með stæl rétt eins og listflugmenn. Það komst olía út í bústkerfi, þetta hefur ekki áhrif á gang vélarinnar, þá er það Steinar Hauksson. Nýliði eftir því sem að ég kemst næst og ók geysi vel í þessari keppni. Þó tekur hann hér 3 dekk, snertir það 4. Léttur bíll hjá Steinari, 230 stig. Sturla Jónsson á sinni grind sem er smíðuð úr ýmsum pörtum bíla frá árgerðinni 1960 til 74 og Sturla fer hér upp. Vel gert hjá Sturlu. Sýndist hann snerta þarna eitt merki og annað. 30 stig farin strax. Það sem við sjáum fer síðan hér hálfur út fyrir braut. Það er 215 stig, 935 og er öruggur inni. Stefán Sigurðsson, 24 ára, ekkur RC Skutlunni. Hann er frá Egilsstöðum, eins og Sigþór, ók í mörg ár í götubílaflokki og barðist þá við Stefán Gunnarsson sem var Íslandsmeistari í fyrra. Stefán Sigurðsson sneri sér að sérútbúnarflokknum í fyrra og þetta er að grunni til gamla heimasætan 89. Þá er komin önnur vél skipting í þennan bíl. 270 stig, hann missir aðeins 30 stig sem þýðir að hann hefur tekið hér 2 dekk. Mjög vel gert hjá honum og hann kom með afgerandi forystu eftir 4 þrautir, 1045 stig. Var í forystunni til Íslandsmeistara fyrir þessa keppni með 30 stig. Þá er það Magnús Bergsson. Fer þarna of neðarlega á fyrstu öxlinni og hann þarf að fá 270 stig til þess að komast upp. 15 eru farin strax og önnur 15 þarna, með fleiri má hann ekki missa sem hann missir þó hér. Það fær í 60 stig af tæplega, já og rúmlega það, 225 stig og þá höfum við þá hér 8 menn sem fóru áfram. Stefán Sigurðsson, Sturla Jónsson, Helgi Sjött, Árni Kópsson, Árni Grant, Sigþór Halldórsson, Eiður Baldvinsson og Steinar Hauksson. Eftir sitja með sárt ennið Magnús Bergsson, Gunnar Guðjónsson, Benedikt Eiríksson, Óðinn Magnússon, Jón Hafsteinsson, Reynir Sigurðsson, Sigríður Ragnardóttir og Gísli Hauksson á liðgrindinni. Og við fyrir með 5. þraut. Þetta er dekkjaþrautin sem kölluð hefur verið. Þetta er 3. árið í röð sem hún er sett upp. Aldrei áður hefur keppnisbyrðið farið yfir og þetta er í fyrsta skipti. Söguleg stund, Sigþór Halldórsson fer hér yfir dekkjaþrautina í Hellu, geysilega erfið, fer ekki vel með bíla, þetta eru mjög hörð dekk og bundin saman og nánast negld þarna niður í sandinn. Þá er það Eiður, fer hér til hliðar, missir grip, þetta er illa með dekkin, þessi dekk, þannig ef að getum spóla á dekkjunum þá fara spólurnar illa. Helgi Sjött hverfur hér í reyk. Þá er það Steinar Hauksson. Hvað gerir Steinar? Ákveðið nú og yfir. Já. Vantaði hér að standa á gjöfinni þegar bíllinn lendir.
hugsanlega hætta á því að hann hefði brotið eitthvað, en bíllinn ekki í neinu átaki þegar hann lendir og þar lendi fer Steinar ekki upp, en þetta var mjög vel gert hjá honum. Og sjá hvað Sturla gerir. Nitróð á, rjónar og situr fastur í hálum dekkjónum. Stefán Sigurðsson hafði forystuna. 110 stig á Sturlu sem var í öðru sæti, fær hér 185 stig. Þá var Árni Grant, keppnisskap, mikið keppnisskap og ætlaði hér yfir, fór þó ekki lengra og álagið greinilega mikið á þessum köppum. Árni Grant gleymdi hreinlega að skrúfa frá nitrókútnum og hér vantaði 200 hestöfl. Þá hafði Árni Grant kannski farið yfir. En það mikið í húfi hjá þessum köppum. Fyrsta sæti og mjög harður slagur Íslandsmótið. Árni Kópsson fer hér hálfur út fyrir braut áður en hann fer í dekkin og því fær hann ekki nema 145 stig í þessari þraut. Hann ætlaði greinilega að sleppa upp fyrir með því að vera hálfur fyrir utan dekkjastaflan, en það dugði ekki til og Árni Kópsson fékk ekki mörg stig í þessari þraut. Þá fáum við stöðuna hér. Stefán Sigurðsson enn efstur, 1230, 110 stigum undan Sturlu Jónssoni. Þá Helgi Sjött, Sigþór Halldórsson, Árni Kópsson og Árni Grant með 990 og 975 í 5. og 7. sæti og Steinar Hauksson 915, Eiður Baldvinsson í 8. sæti með 870 stig. 7. þraut og Helgi Sjött fer þar. Þetta spurning mikla lagni, hliðarhalli hér, síðan tekin vinstri viðbeygja og síðan áfram meiri hliðarhalli. Þetta ekki mjög erfið þraut fyrir bílana en hins vegar erfið fyrir ökumenn. Það mörg dekk, talsverður hliðarhalli og menn að gæta sín. Hver 5 stig skipta máli í torfærin í dag, það erum við búin að sjá. Vá! Þetta kom á óvart, það var ekki að sjá að þarna væri neitt barð og kannski hefur Helgi ekki séð það í reiknum frá sér. 225 stig fær hann og bíllinn óskemmdur. Það var Sturla. Svo hann gengur í hliðarhallanum. Refsilaus ennþá. Slapp ekki við þetta. Eitt dekk fari 15 stig þar. Hinn 3 sem fóru þarna gerðu það vegna þess að sandurinn ýtti þeim. Sturla búinn að missa 15 stig strax. Kominn þarna 180 stigum í brautinni. Það 300 stig fyrir að fara brautina alla og síðan hefur refsistiginn dregið frá. Já, hann fer alla leið. Hann hefur greinilega tekið 2 dekk, 270 stig. Það var Stefán Sigurðsson. Nei, hann ofalega. 1, 2, 3 dekk. Það 45 stig af. Og það munar minna. Hafði þarna nóg pláss, en var aðeins ofalega, gripi greinilega aðeins meira heldur en hann reiknaði með. Og hann tekið enn, komið 60 stig af. Ég hef mistalið hér, hann komið með 1485 í það heila samt. Það var Árni Grant. Gerir þetta lista vel. Refsilaus ennþá. Þetta var sandurinn þarna. Þetta er Árni hér. Já, hangir svona mestu leyti ofalega í hallanum. Og svo alla leið upp. Nei! 255 fær hann þó. Nú greinilega tekið 1 dekk. Hann fór þarna rétt upp fyrir 270 stig sem hann fékk í sarpinn. Árni tínir hins vegar niður hér 2 dekk.
Árni Grant fékk greinilega 15 stig í refsingu fyrir að fella dekk því að hann fór ekki nema rétt upp fyrir þau mörk sem gefa honum 270 stig. Vantaði þó þarna 30 stig viðbót. Þau kunna reynast dýrkeypt. Þetta var ekki gott hjá Árna Grant. Hins vegar mjög vel ekið hjá Árna Kópssyni í lokin en hann tók niður allt of mörg merki í brautinni. Og Sigþór Halldórsson hleyparanum. Þetta er laglega gert. Sigþór stefnir hér enn í 300 stig. Sigþór er í baráttunni annað og þriðja sætið. Hann er í fjórða eins og er. Nei. Stoppar og missir 15 stig. Hann hefði fengið 300 stig ef hann hefði farið þarna upp á toppinn. Eiður Baldvinsson búinn að taka 1 dekk. Góður ökumaður Eiður. Áfyllilega skilið að vera þarna í 8 manna hópnum. En nei. Þetta hefði ekki átt að segja. Hann hefði þurft að vera örlítið meiri ferð þarna til þess að ráða við að snúa bílnum til hliðar. Og hann brýtur síðan öxul hér, fær aðeins 160 stig í þessari þraut. Stefán Sigurðsson er með 1485 og er aleinn í efsta sætinu eins og sjá má. Sturla Jónsson annar. Helgi Sjött og Sigþór Halldórsson í 3. og 4. muna 30 stigum á þeim. Árni Kópsson og Árni Grant jafnir í 5. og 7. með 1230 stig. Eiður Baldvinsson 1030 og Steinar Hauksson með 985. Og þá er það 7. þraut. Það er rullan, margfræg á hellu. Sturla fer fyrstur. Hér fara menn einn í einu. 2 ferðir, betri ferðin gildir og þetta er tímaþraut. Hér eiga menn möguleika á að fá allt upp í 500 stig. Og þessi þraut getur skipt sköpum í keppninni. Og hér vantaði nú örlítið ferð á Sturlu. Hann fær aðeins 165 stig. Og 1555 er hann komið með þá. Stefán Sigurðsson. Nei. Á gömlu heimasætinu, fyrsta bifreiðin sem fór yfir mýrina. Hann fær aðeins 75 stig og er aðeins 5 stigum á undan Sturlu núna. Þar fór dýrmætt forskot. Þá er það Árni Grant. Búinn höfuðið eins og geimfari. Sérstök gleraugu þarna framan á og framan á gleraugunum er plastfilma sem að hreyfist til. Þannig ætlar hann að sjá út, saman hvað gengur á. Það er mikill hraði á honum og áhorfendur tóku vel undir með honum. Hér má alls ekki stoppa. Hann verður að halda hraða og halda hjólunum í miklu spóli til þess að hreinlega sökkva ekki. Þetta er glæsilega ekið hjá Árna. Mætti þó að hafa báðar hendur á stýri. Kemur í mark, hefur tekið fullt greinilega af stöngum, fær aðeins 180 stig. 1410 er hann að koma með. Þá er það Árni Kópsson. Langfljótastur hér yfir drullupyttin. Fór mun hraðar yfir heldur en Árni Kópsson. Það er að segja Árni Grant ætlaði ég nú að segja. Já. Nú að gæta að stoppa ekki. Og Árni fer alla leið. Já, kemur út úr hér, fær 240 stig og stingur nafna sinn Grant af. 1470 er hann komið með. Þá er það Sigþór Halldórsson í hlébarðanum. Nú að sjá hvort að fjörunarbúnaðurinn að aftan kemur vel út hér, kemur mjög vel út í hliðarhalla og í erfiðum torfærum í brekkum. Og ekki var þetta fjörunarbúnaðurinn heldur drap hreyfillinn hreinlega á sér. 135 stig, 1435. Og
hann missir við þetta Árna Kópsson upp fyrir sig. Sigþór var þarna að berjast við Helga Sjött þriðja sætið en hann fellur hér talsvert niður og missir Árna Kópsson upp fyrir. Það var Eiður Baldvinsson. Helsta ástæðan fyrir því að bílarnir drepa á sér í þessari bleyti að það kemst vatn í loftrensara og það rétt eins og að setja innsogið á vélina og bílarnir fá allt mikla og sterka blöndu og drepa á sér. Eiður fær 180 stig og með 1210 og þá að sjá hvað Helgi Sjött gerir. Hann hverfur í reyk og vatni og drullu. Fór þó talsvert lengra heldur en við fylgjumst með honum hér. En komst þó ekki alla leið, fékk 165 stig, 1495 þegar ein þraut eftir. Við skulum þá renna yfir stöðuna fyrir síðustu þraut. Efstur Stefán Sigurðsson, 5 stigum á undan Sturlu. Þá kemur Helgi Sjött í þriðja. Og hann aðeins 15 stugum á undan Árna Kópssyni, Sigþór Halldórsson 1435 og Árni Grant með 1410, Eiður Baldvinsson 1210 og Steinar Hauksson áfram í 8. sæti með 1045 stig. Síðasta þrautin akstur yfir á og það tímaþraut rétt eins og í drullunni. Sigþór fer þar fyrstur og álið að ná miklum hraða og reyna að keyra ofan á vatninu, þá fá menn góðan tíma. Sigþór sekkur hins vegar. Tapar við það talsverðan tíma. 332 stig fær hann þó, 1767. Það var Eiður Baldvinsson. Fer hálfa leið ofan á. Vel gert, ekki hyggst hann eina sekúndu, 366. Það var glæsilegt, en þetta þýðir jafnframt einhverjir aðrir fá miklu minna en 300. Helgi Sjött. Það meðaltími keppenda í þessari þraut sem hefur mikið með það að segja. Mörg stig bestu menn fá og hver fá stig þeir sem hægast fara að fá. Við sjáum það, Helgi Sjött fær ekki 24 stig þó hann fari þrautin á enda. Það var Sturla og hann sekkur að framan fyrr en flestir aðrir. Hann á miklu minni hjólburðum að framan heldur en aftan. Flestir með sömu stærð að framan og aftan, það sé á hvað var það breiddina. Var þó 172 stig og það var að gæta þess að tími tekinn frá því að flaggi fellur, ekki frá því að keppendur leggja af stað. Þá það forystusauðurinn. Hann sekkur hér á skutlunni, RC-skutlunni. Og drepur á. Klukkan gengur. Og þarna stoppaði Stefán Sigurðsson, fékk aðeins 17 stig. Dýrkeypt fyrir hann, 1577 fékk hann og þá var Árni Grant. Skutlast yfir í einum grænum. Það þó heldur lengi af stað frá því að flaggi féll, 445 og 1855 hann komið með. Árni hins vegar æðir að staðnum leið og flaggar úr stað. Það langasta tímanum hérna yfir. Fær 460 stig og skýst úr fjórða sætinu beint upp í það fyrsta og sigrar í BF Goodrich-torfærunni með 1930 stig. Þetta ótrúlegt og sárt fyrir Stefán Sigurðsson. Hann fellur úr fyrsta sæti niður í það 5. En þetta spurningin það að ljúka öllum þrautum, komast allstaðar yfir. Hann fékk aðeins 17 stig úr síðustu þrautinni, Stefán Sigurðsson. En sigurvegari Árni Kópsson með 1930, Árni Grant í öðru sæti með 1855, beint úr 7. sætinu. Og þeir félagar nú efstir og jafnir í Íslandsmótinu með 42 stig. Stefán Sigurðsson kemur svo í 3. sæti, 4 stigum á eftir þeim.
Sigþór Halldórsson með 1767 í 3. sæti, Sturla í 4. sæti, Eiður Baldvinsson í 7., Helgi Schjött í 7. og Steinar Hauksson í 8.